Ekki bara sáttur, heldur himinlifandi á dekkjum frá Yokohama. Þú fær Yokohama dekkin hjá Dekkjahöllinni og á dekkjahöllin.is. Jósera er fullkomið hundafóður fyrir alla hunda. Og seinna sama dag var haldin sandspyrna eða bara nákvæmlega mínútuna sem að göttspyrna var búin, þá byrjaði sandspyrna. Og nóg að gera þennan dag og við byrjum hérna á vélstæðaflokknum, þar var sigurvegarinn Ásmundur Stefánsson og í öðru seti endaði Otto Páll Arnarsson. Þetta ekki smá tæki sem að keppa í þessu flokki í dag, þvílíkt flottir sleðar. Á sýnum við næst hérna frá böggíbílaflokknum, það var mikið stemming. Nóg að gerast þar, en Björgvin Grant, hann sigraði þennan flokk, hann er hætt í vinstri braut og Sigríður Inga Einarsdóttir enda í öðru seti. Og þá var það fjórhjólaflokkurinn, þar var einn keppandi og hann stóð uppi sem sigurvegarinn, það er hann Daði Þórsson á Yamaha Raptor. Á mjög gaman að horfa á hann samt keyra þó hann hafi verið einn í flokk. Hann fékk alla athyglinna. Það var einsýlendes mótorhjólaflokk. Það var nóg á hjólum, en þar var sami sigurvegari og var í sleðaflokknum, Ásmundur Stefánsson, og í öðru seti var Emil Andri Ólafsson. Það er einhver munur hérna á, skiljanlega smá kraftmunur, veit það ekki alveg, en þarna er Ásmundur Stefánsson í vinstri braut. Á sigurhjólunum, búinn að lengja það og græja og gera eitthvað. Þvílíkt sem þetta spýtist áfram. Og þá vindum við okkur næst í mótorhjól með 2 sílindra eða fleiri. Þarna fór sér Adam Mörn Þorvaldsson í darraðadans. Og þarna var Grímur Helgusson í vinstri braut, en það voru úrslitin í þessu flokk. Adam Mörn Þorvaldsson, hann sigraði. Og Grímur Helgusson var í öðru seti. Og þá skellum við okkur næst í jeppaflokkinn. Þar var gríðarleg stemming, fullt af bílum. Þarna var Baldur Gíslason í hægri braut. Ja, réttast að þarna er hann í vinstri braut á sínu Musso. Þetta er sennilega kraftmesti Musso landsins. Örugglega einhver 300 hestöfl eða svo. Gaman að því. Þarna er í hægri braut Sverrir Yngvi Karlsson á Willys. Hann endaði annar í þessari keppni. Læsilega gert í honum. Þetta er Baldur Gíslason og Jóna Garðarsdóttir í hægri braut. Og þarna má sér sigurvegarann í hægri braut á rauðum Willys, það er Snæbjörn Hauksson. Og í vinstri braut á Sverrir Yngvi Karlsson, en hann var í öðru seti. Læsilega gert. Þá fórum við í útbúna jeppa. Það eru basically allt saman torfærubílar. Þarna var í vinstri braut Ingólfur Guðvarason. Og í hægri braut þarna er Gestur Ingólfsson. En úrslitin í þessu flokk voru svo hljóðandi að Gestur Ingólfsson, hann stóð uppi sem sigurvegari. Og í öðru seti var Þórþór Pálsson sem sést þarna á rauðum bíl. Og þarna eru þeir saman í síðustu ferðinni. En Gestur, hann vann þessa ferð þó hann hafði verið á eftir í gegnum endamarki því að Þór hann þjóðstöftaði. Og þarna eru við komin í opna flokkinn. Þar var í fyrsta seti Halldór Hauksson, sérstætt í vinstri braut, og í hægri braut þarna var Magnús Vimbjörnsson og hann var í öðru seti. Ásmundur Þengisson, til hamingju með sigurinn í dag. Takk fyrir það. Hvað vannstu í mörgum flokkum? 3 flokkar í dag. 3 flokkar? Sleðarhjól og afflokkur. Er þetta svona lágmark sem þú setur? Ég held að það er svolítið síðustu 2 eða 3. Já, það? Já. Ja, ertu svona góður eða er ekki samkeppni? Þetta er nú bara svona líka spurning með heppni hvernig gengur og það farið gegnum daginn og í bíl eitthvað líka. Já, það er alveg hannig. Og það er bara nummer 1, 2 og 3. Á hvað tækjum ertu í þessu? One Stop Performance Outlaw, þetta er svona sérsmæðarsleði í Bandaríkjunum. Já. Og svo er ég nú með hjól sem er líka svona kannski svona það er búið að fykta í sveitinni. Já. Og já, það er fínt.
En það var svo sem samt ekki góðir í tímar í dag, en hún betur svona þegar maður búin að jafna sér brautin. Já. Þannig að... Hvernig fannst þér brautin? Hún verður fín. Það er svona, það er líka sko, nú er svona kúlusandur í henni, þannig að það hverfi ekki skíðin og beltin og skófludekkin. Þetta er ekki svo hnífsblöð. Nei, þetta endist 3 ferðir á hinu efninu. Var þetta endast bara 3 ferðir? Það hurfu skíðin og í 3 ferðum alveg inn að spindlir. Já, Adam, þú sigraðir í dag eins og vanalega. Hvernig var þetta? Þetta var bara fín keppni, sko. Já. Ég er svo góður. Nú hóstu svolítið skrautlega ferðarna fyrst. Var brautin ekki alveg klár kannski það? Þetta var svona svolítið laust og svo kom allt í smá greip og svona. Þetta er bara gaman. Settur smá spennu í þetta? Já, þetta gerir það að þetta sé skemmtilegt, sko. Já. Það er alveg svoleiðis. Nú er maður bara farin að sjá þig í samspilnu. Ertu alveg hættur í gotthjólunum? Nei, ég er bara svona í pásu aðeins frá svona þessa. Einbeita mér að þessu meira. Já. Er þetta ekki miklu erfiðar heldur en að vera á götu, eða sérst á götu í göttuspilnu eða svoleiðis? Jó, þetta er líka miklu meiri skemmtun í þessu, sko. Þú veist ekkert hvað gerist, það er svona eiginlega hugsun í hverri einustu ferða, maður detta einhvers staðar á hausinn. Já. Þannig að þetta er svona svolítið gaman, sko. Þannig að þú veist, ef þú heldur þig beinum svona út brautina, þá hefst gamanið þegar þú byrjar að bremsa og að þungdi frá framhjólið sem er náttúrulega ekkert grip í. Já, það er náttúrulega, það er samt auðveldara að bremsa heldur en að keyra út brautina, sko. Nú það? Já. Svo þetta sé allt út allt og lítið mjög vill út, þá er þetta ekkert óðurlega slæmt þarna í bremsukaflanum. Nei, ok. En það er nýr og góðu kafli, sko. Já. Framhaldið í sumar? Já, allavega að fara suður í sandið þar. Svo hlýtur að vera sandur hérna aftur líka. Þannig að það er bara sandur. Já, Gestur, sigur í dag. Það sjálfsögðu. Sigur eru bara í samspilnum? Já, það verið styrra. Já. Hvernig er að vinna í samspilnu? Er þetta ekki bara gaman? Jú, það er sérstaklega að vinna Þór, við tók hann á taugum. Já. Gestur sagði náðan að þú hefði bara ekki róðið hann. Hvaða tíma á hann í dag? Hann sagðist það er betri tími en þú. Hann þjóðstartaði í seinustu ferðinni. Ok. Og ég sló reyndar í njútralið, þannig að þetta var ágætt að hann þjóðstartaði þegar ég drullaði á baki í þeirri ferðin. Já. Þetta er ekki búið fyrir undirbúið? Þetta er ekki búið fyrir undirbúið. Hvernig fannst þér dagurinn? Mér fannst hann bara mjög góður, frábæri bara, í alla staði. Núna erst þú að byrja aftur, þetta er svolítið hlýjað, ekki? Smá hlýjað, já. 2 ára eða eitthvað. Og á svolítið mikið meira tæki heldur en síðast, ekki? Ég var á fjórhjóli síðast, þetta er smá stökk, pínu. Hvernig er þetta? Hvernig kom þetta til? Þetta bara ekstaðatengt þannig. Eignaðist hann að dragstir í viðskiptum. Svo átti ég náttúrulega að kaupa kram í hann. Og ég gerði það bara. Já. Keypti bara mjög flotta vél, 565 kubík. Og hún er alveg að skila því. Já, ekki? Jú, fínt. Hvernig er að vinna? Það er alltaf gaman að vinna. Ekki? Og kannski komið tíma á það líka. Já. Ertu búin að keppa í samspilnu áður, eða? Aldrei. Þú var samt keppt í torfæri á þessu bíl, eða ekki? Jú, ég keppti Akureyri 2014. Já. Og var þriðja seti. Nú eru nokkra sandspyrnur eftir í sumar, ætlar að taka þátt í fleirum? Sjá til. Björgun, þú vannst sandspyrnuna bíladögum í böggiflokk. Til hamingju með það. Já, takk fyrir það. Það var mjög gaman. Ekki? Jú, mjög. Hvaða bíl er þetta sem þú? Þetta er Polaris 900 með, við erum búin að setja turbínu í hana. Ok. Og já, hann sér hann bara stokk. Annað en það. Er eitthvað svona meira í þessum, eitthvað í pípunum meira með svona böggidæmi hjá þér? Smá. Smá? Já. Nú? Já. Hvað var að gera? Bara eitthvað. Finna bara eitthvað að gera. Já. Bara eitthvað skemmtilegt. Þú var pappið þinn að keppa í böggi enduróinu. Já. Heldur að þú sett ekki að fara að keppa á næsta ári líka? Jú, ekki. Gamli getur ekki unnið. Ekki? Nei, ég vil nú að vinna eitthvað. Já, ekki? Jú. Hann er bara, nei. Er hann einhver driver við hliðina á þér eða? Nei. Hvers konar spurning er þetta? Þetta er bara klárt nei. Já, það er klárt nei. Já. En það sofnaði enginn á þessari vakt því að strax á eftir sandspyrnunni var haldið burnout.
Eins og við sjáum á þessu myndu var geðveik stemming á Börnóttinu. Það er alltaf geggju stemming á Börnóttinu einhverjölda vegna og var þetta fjölmennasti viðburðurinn á bíladögum þessa helgina. Í þriðja seti endaði Þórður Pálsson á þessum bíl á Thor og í öðru seti endaði Kjartan Tryggvason á Ford Ranger. Í fyrsta seti var Gunnlaugur Sigvaldason á þessum hér og ég ætla að leyfa Gæja Snappara að eiga orðið. Skelfur alltaf framann. Sælir. Þvílíkt og annað eins magnaður reyk. Þetta er hrikalegt. Sælir. Það er ekki einu sinni gamlárskvöld. Klappið fyrir helvítis kvikindinu. Búm! Það fór úr honum afturrúðan og hvað er náma. Þetta fór með látum. Þetta viljum við sjá, svona viljum við sjá. Þetta var geðveikt. Gulli Turbo. Klára, hann aldrei að halda áfram. Hann aldrei að drepa restina. Þetta er geðveikur maður. Djúvill er ég ánægður með hann. Sjáu! Drastar nú! My man! Gulli fucking Turbo, sjáu í kvikindi. Gulli, þú ert maðurinn. Búm! Cummings, þú veist hvernig þetta er. Ég þekki þetta. Klestandraugurinn, litli gaurinn. Dekkið er í hinum á þessum póstnúmerum. Það ríkur úr öllu draslinu, þetta er löngu hægt að spóra, það ríkur úr öllu. Þetta var geðveikt. Meira svona! Það gleymir þessu ekki nokkur lifandi kjaftur. Kemst hann heim? Þetta var geðveikt. Gulli maður, þú ert maðurinn, þú ert maðurinn. Hver er næstur? Það er enginn að fara að toppa þetta. Sjá þetta drast. Þetta er svo fatlaða köttur. Mölbrotinn Adam dregur raskat hérna á eftir sig. Þetta var geðveikt.